Núna ætla ég að fara í að gera kennilínu fyrir transistor og ég tek bara NPN transistor, þetta skiptir þó ekki máli. Tek NPN hér, baseinn, kollektorinn og emitterinn og við setjum eitthvað viðnám hérna og einhverja spennu eins og plus 5 volt svona og 0 volt hér. Kennilína er teiknuð á graf þar sem að þessi ás hér er spennan á milli kollektor og emitter og þessi ás hér er það kollektorstraumurinn. Spennan hér yfir á milli kollektor og emitter er það 5 volt ef að base-straumurinn er 0 og þann punkt setjum við hér þá í 5 voltinn á þessum ási. Nú ef að transistorinn verið fullkomlega opinn og spennan á milli kollektor og emitter væri 0 volt þá myndi öll spennan falla yfir þetta viðnám hér 5 volt og straumurinn í gegnum rásina yrði þá straumurinn í gegnum rásina, kollektorstraumurinn í þessu tilfelli yrði þá spennan deilt með þessu viðnámi og við skulum taka bara eitthvað dæmi eins og 5 volt deilt með bara 500 ohmum, ekki rétt, þá eru þetta sama sem 0,01 ampere eða 10 milliampere. Svona, og kennilínan kæmi þá hér á milli. Ég hitti nú ekki punktinn hérna, skiptir svo sem ekki máli. Lögum þetta bara til. Þetta eru þá 5 volta punkturinn hér og síðan eru teiknaður í þetta línurit línur sem að sýna base-strauminn. Þetta eru línur sem að liggja eitthvað neginn svona cirka og þið sjáu núna að þegar að base-straumurinn er í hámarki hér í þessari línu hér þá full opnar transistorinn ekki alveg heldur yrði kollektor emittir spennan einhver staðar hér, kannski 0,2 volt eða svo og straumurinn yrði fyrir neðan 10 milliampere. Þetta ætti þá að sýna ykkur hvernig þessi kennilína er teiknuð inn.